Viska til frelsis, 35. kafli, þroski mannsins. Þegar sálin kemur í líkamann tekur við nokkur ára samlugun og aðlugun líkamanns, hugans, sálarinnar og egósins. Það fyrsta sem lærist að draga andan og síðan að nærast. Sálin meðvituð en hugur og heili eiga eftir að þroskast og dafna. Tjáskiptin í fyrstu grátur og hjal. Þegar barnið svangt eða kvalið þá grætur það. Svefn og næring eru ráðandi fyrst sinn. Smám saman aðlugust við umhverfi okkar og því fólki sem í kringum okkur Við förum síðar að geta sagt eitt og eitt orð og bablað við foreldrana og okkar nánustu ættingja. Líkaminn byrjar að vaxa og þroskast sem og hugurinn. Orðaforðin eykst jafnt og þétt og við skiljum meira og meira af því sem sagt og getum farið að tjá okkur með orðum. Að lokum getum við haldið uppi einföldum samræðum og tjáskiptin verða sífellt meiri. Smátt og smátt lærum við að sameina huga og hönd og raða hlutum saman með höndunum. Svona þróumst við hægt og rólega dag frá degi. Síðan lærum við stafina og að lesa og myndum orð og setningar. Með árunum fáum við meira vald yfir móðumálinu í tali og riti. Þetta löng aðlugun og þroski sem við göngum í gegnum í hverju lífi. Þó svo að sálin hafi þann andlega þroska sem hún kemur með, þá þarf að aðlaga hugan, líkamann og sálina og egóið í hverjum líkama. Minningar sálarinnar úr fyrri lífum að mestu huldar og það til að við upplifum hvert líf sem einstakt og svo að fyrri líf séu ekki að trufla upplifun og þroska þessa lífs og við skynjum þetta líf sem allt sem Því eru margir, þó sérstaklega yngri sálir sem trúa ekki á líf eftir dauðan því þetta líf allt sem Ferillinn frá því að vera lítið barn og fullorðinn einstaklingur sem náð hefur tökum á hreyfingum sínum og móðumáli sínu í tali og riti tekur mörg ár. Sama á sér stað hjá þeim sem vakna til sjálfsmeðvitundar og þegar sálin byrjar að vakna og koma meira fram. Líkaminn breytist þar sem tíðni og orka hans hækka og það kemur inn meira ljós. Það tekur tíma að umbreyta líkamannum fyrir nýja og hærri orku. Einnig tekur tíma fyrir hvern og einn að styrkja innsæi sitt og læra að trúa og treysta á skynjun sína og upplifun. Líkt og líkaminn þarf að vaksa með ákveðnum hraða, þá þarf andleg opnun að gerast í hægum skrefum svo ekki verði kollsteypa, hvort sem það líkaminn og eða hið andlega. Því spannar andlega opnunin nokkur ár líkt og þroski og samlugun líkama og hugar því þetta lítur sömu lögmálum. Því mikilvægt fyrir þann sem gengur í gegnum andlega opnun og að vakna til sjálfsmeðvitundar að vera þolinmóður og staðfastur því allt hefur sinn tíma. Sá sem trúir mun að lokum upplifa og verða óttalaus og lifi lífinu lifandi. Hann nýtur hvers augnabliks í kærleika, gleði og hamingju. Fyrir þann sem ekki vaknað til sjálfsmeðvitundar þá liggur hinn andlegi hluti að miklu leyti í dvala og hann lifir ekki lífinu til fulls. Það má segja að stór hluti okkar sé sofandi og fær sín ekki notið. Þegar andlegi hluti okkar vaknaður og við komin til fullrar sjálfsmeðvitundar, þá fyrst við orðin við sjálf í fullum styrk. Þá fyrst við fullmótuð og höfum sameinað sálina, hugan og líkamann og egóið komið til hliðar. Við skynjum okkur nú sem hluta af öllu sem og nálgumst nú okkur sjálf sem og aðra af umburðarlyndi og kærleika. Þegar þessu hefur verið náð, höfum við lokið okkar þroskaskeiði hér á jörð og tilbúin í eilíft líf í himnaríki í paradís. Allt hefur sinn tíma og allt hefst þetta og gerist þegar sálin tilbúin. Sálin eilíf og þroskin heldur áfram uns hún sameinast Guðsorkunni á ný þaðan sem hún kom.